Ég býð ykkur velkomin til þessa 819. fundar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, fyrsta fundar á árinu 2023. Í upphafi fundar þá þarf ég óska eftir afbrigðum og fá leyfi til að taka á dagskrá liðin kosningar hérna í nefndir og ráð. Einhverjir sem eru mótfallnir að gera það? Svo ekki, þá bætum við dagskrárliðinu kosningi nefndir og ráð og það verður 13. liður þessa fundar. En við sem sé erum komið hér á þennan 819. fund bæjarstjórnar og forseta telst til að það séu 27 mál á dagskrá þessa fundar. Þar verður 11 fundargerðir til staðfestingar og þá 2 almenn erindi og 15 fundargerðir til kynningar. Okkur ekkert að vanbúnaði, tel ég, og við tökum fyrir fyrstu fundargerð dagsins og það fundargerð bæjarráðs, það 1560. fundur bæjarráðs og hann var haldinn fimmtudaginn 8. desember síðastliðinn og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Bæjarfulltrúi Sævar Birgisson hefur óskað eftir að taka til máls. Ég sé ekki það. Nei. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sævar. Aðrir fundargestir, gleðilegt árið. Gaman að koma saman að nýju. Ég ætla að taka til máls til lið 1.4, starfsemi leikskóla milli jól og nýárs og í rauninni bara vekja athygli á því þar sem þetta var ákveðið núna í byrjun desember í kjölfar fundar sem við áttum í fræðslunefnd með stjórnendum leikskóla hér í bæ. Þá komu ýmsar tillögur sem vöktu mikla athygli hjá okkur í nefndinni og þar á meðal einmitt að gefa foreldrum kost á því að gefa börnum sínum frí á milli jól og nýárs og án þess að þurfa að greiða fyrir það leikskólagjöld. Og þetta var mjög vel nýtt og þær tölur sem við höfum fengið að helmingur barna hafi verið frí á milli jól og nýárs sem bara mjög ánægjulegt og eitthvað sem við verðum bara að bara nauðsynlegt að vekja athygli á og eitthvað sem við þurfum kannski að taka til greina í framtíðinni að alls konar úrræði sem okkur stendur boða sem kannski kosti ekki á allt og mikla vinnu eða beina kostnað hægt að ráðast í með svona stuttu fyrirvara eins og þarna sem gefur náttúrulega rosa mikið af sér eins og þarna það sem hægt að auðveldar að gefa starfsfólki frí við jól og nýárs sem náttúrulega bara léttir undir og svo þetta líka náttúrulega bara aukin ánægja með þetta og ég held að þetta hafi verið mikið gæfuspor og líka bara það sem þessi fundur sem við áttum með þessum stjórnendum fyrir áramót eitthvað sem við ættum að halda áfram með og taka til greina það sem að við fáum hennar borð í svoleiðis samtali þannig að fagna þessu. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir máli 1.4? Svo ekki og þá telst umræðan þann lið lokið. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti og aðrir fundargestir, ég ætla bara líka að fá að segja gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir það gamla og gömlu. Ég að koma upp fyrir máli 1.5 með varanlegu stuðningu við börn í viðkvæmri stöðu. Ég í raun og veru bara að koma upp til að segja bara svona uppátt hvað við fögnum þessu verkefni. En þetta varanlegu stuðningu við börn í viðkvæmri stöðu. Þarna verið að sinna mjög mikilvægum málaflokki
og koma svona á góðum verkferlum sem stuðla að náttúrulega farsæld fyrir börn í viðkvæmri stöðu hér í okkar góða bæ og draga úr líkum á ofbeldi. Þannig bara fagna þessu. Ég vildi bara koma því fram. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 1.5? Svo ekki, þá umræðum hann lokið. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinssonar óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Ásgeir. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að óska ykkur gleðilegs árs. Ég var skammaður í gær á manni sem ég óskaði gleðilegs árs og maður ætti ekki að óska gleðilegs árs eftir 15. janúar. Þannig að ég ætla ekki að taka sénsinn að skammaður hérna líka. Þannig að ég hafi séð að heyrta ykkur öllum eftir áramót. Ég kem hérna upp undir máli 1.7 sem heitir Hamraborgarsvæði gatnagerð. Og það niðurstaða bæjarráðs að samþykkja með fullu húsi að heimila umhverfis að framkvæma útboð á gatnagerð vegna deiliskipulags við Hamraborg sem hér fyrir neðan Ólís í Mosfellsbæ þar sem á að fara að þétta byggð sem hið besta mál. Ég fagna þessari tillögu og að útboðið sé komið í gang og vonandi fylgir á eftir fljótlega tillögur að þessum lóðum verði úthlutað. Eins og einhverjir vita sem að fylgjast með þá ég sérstakur ákvæðamaður úthlutun á lóðum í Mosfellsbæ að það gangi hratt og vel fyrir sig og sé unnar af fagmennsku. En mér langar til þess að nefna það sem ég nefndi líka í bæjarráði að samfara þessari framkvæmd var á dagskrá að útbúa hringtorg sem er þarna á horninu á Baugshlíð og Langatanga sem var svona hluti af þessari framkvæmd og þessari gatnagerð í aðdraganda þessa máls en það búið að kippa því út og verður framkvæmd síðar eða maður rétt á næsta ári og mér finnst það vera miður og ég ekki sammála því og við erum ekki sammála því bæjarfulltrúar G-lista vegna þess að þó að auðvitað felist í því kostnaðar þá teljum við það einsýnt að það hefði verið hagkvæmara að vera með það inni í þessum verkþætti og fyrir utan það að þetta er líka umferðaröryggismál og það er alveg ljóst að þetta hringtorg verður dýrara heldur en ella að kippa því út úr þessu útboði og fyrir utan að þá tefjast á þessar umferðartengingar sem að þarna eru fyrirhugaðar. En ég vildi bara koma þessu á framfæri að við þurfum að virkilega vega og meta í hvert þegar við erum að breyta svona hvort að það sé hagkvæmt til lengri tíma. Takk fyrir. Takk fyrir það. Bæjarstjóri Regína Ásvarsdóttir, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, varðandi þetta mál að þá kannaði ég stöðuna á umhverfissviðinu og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið þaðan að þá er ansi mikið eftir varðandi þessa framkvæmd í bara undirbúning, hönnun og annað þannig að það er svona hefði verið tvísýnt að það hefði verið hægt að ná þessu hringtorgi innan ársins. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 1.7? Svo ekki og þá telst tæmd umræðan þar. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls undir einhverju öðru máli á fundargerðinni? Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæða fundargerð bæjarráðs, fundargerð númer 1560. Þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta fundargerðina með einsarlagsgerðarmerki og það eru 11 fundir á lofti. Nú erum við búin að afgreiða fyrstu fundargerð fundarins og þá erum við komin að fundargerð bæjarráðs, það er 1561. fundurinn, sá var haldinn 15. desember og á dagskrá hans voru líklega 8 mál. Forseti gefur orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 15. desember.
Bæjarstjóri Regína, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs undir máli 2.8 rekstur deilda og vil bara vekja athygli á því að það sem sagt í raun að veru 773 milljónir sem rekstrarniðurstaðan neikvæð eftir í þessari niðurstöðu og sem 683 milljónum króna lakari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun tímabilsins en það gjaldfærðar verðbætur vegna hækkun á vöxtum vegna langtímalána eru 756 milljónum króna hærri heldur en gert var ráð fyrir. Það sem umfram í deildum í rekstrinum það sem sagt frá janúar og febrúar þegar að COVID stóð sem hæst að þar fór reksturinn fram yfir vegna þess að þetta manna aukavaktir og alls konar tilfæringar í skólum þannig að heilt yfir hefur reksturinn verið bara í samræmi við áætlun fyrir utan þessi óvæntu útgjöld sem koma af þessum vaxtahækkunum auk þess að ég sagði með reksturinn í upphafi árs. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls lið 2.8? Svo virðist ekki vera. Eru einhverju bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls undir einhverjum öðrum lið fundargerðar bæjarráðs númer 1561? Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæðagreiðslu þá fundargerð. Þeir bæjarfulltrúar sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðsfundar eru vinsælt að gefa merki og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Þá erum við komin að þriðja fundinum hjá okkur í dag. Það bæjarráðsfundur, það fundargerð 1562. fundar og sá fundur var haldinn rétt fyrir jól 22. desember. 22. desember, já. Og ég ætla að bjóða bæjarstjóra í pontu undir lið 3 í þeirri fundargerð. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Ágætu bæjarfulltrúar, það sem sagt var lögð fram tillaga í bæjarráði að heimila það að það yrði beðið með að auglýsa starf framkvæmdastjóra fræðslu og frístundarsviðs þar til stjórnsýslu og rekstrarúttekt lokið og eins og við höfum kynnt hér í bæjarstjórninni og í bæjarráði, var samþykkt í bæjarráði og staðfest hér, þá erum við með úttekt í gangi, fyrirtæki Strategía sem að taka út stjórnsýsluna og reksturinn hér. Viðtöl eru byrjuð, það verða vinnustofur með starfsmönnum, það verða opin fundur með íbúum, það verður sett upp ábendingagátt og þannig við fáum töluvert fóður til þess að vinna úr og hugsanlega ef það kemur í ljós að þurfi að fara í úrbætur og þá lagði ég til að við hefðum þá þennan möguleika á að forma starf nýtt framkvæmdastjórastarf svona út frá þeim hugmyndum sem koma fram í úttektinni. Þannig að ég vil nota tækifærið og þakka henni Lindu Úðengård sem kom hérna til starfa árið 2016 kærlega fyrir vel unnin störf fyrir Mosfellsbæ og óska henni alls hins besta og velgengni í nýju starfi en hún að taka við starfi á fræðslu og menningarsviði í Garðabæ. Takk fyrir. Takk fyrir það. Forseti ætla að fá að lesa bæjarfulltrúi Rúnar óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Rúnar. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar bara einmitt að koma undir þessu sama máli áður en að hér verður lesin upp bókun og þakka Lindu kærlega fyrir samstarfið. Ég talaði það á fundi hér í vikunni að ég held ég að sitja með henni fyrsta fundin þegar hún kom 2016 og ég mun sitja með henni síðasta fundin hennar á morgun í íþrótt- og tómstundum, þannig að ég ætla bara að fá að þakka nýta tækifæri hér og þakka henni kærlega fyrir samstarfið. Það búið að vera mjög gott. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls?
Svo ekki. Forseti ætlar að taka undir bæði með bæjarstjóra og bæjarfulltrúa Rúnari og kveðjum þeirra til Lindu, fráfarandi framkvæmdastjóra og forseti ætlar að lesa upp bókun sem að bæjarstjórn stendur að, fara undir þennan lið fundargerðarinnar. Og bókunin hljóðar svo: Linda Úðungorð, framkvæmdastjóri fræðslusviðs, hefur beðist lausna frá störfum og bæjarráð orðið við þeirri ósk. Linda hefur starfað sem framkvæmdastjóri fræðslusviðs frá því í ágústmánuði árið 2016 og haldið vel utan öflugt og vaxandi skóla- og tómstunda- og íþróttastarf í Mosfellsbæ á þeim tíma. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar tekur undir þakkir bæjarstjóra til Lindu fyrir vel unnin störf og óskar henni velfarnaðar á nýjum vettvangi. Og fundarritari með þessa bókun og færir hana á réttan stað. Og þá orðið laust aðra liði fundargerðar 1560 og annarar fundargerðar bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Rúna Bragi óskar eftir að taka til máls. Gerðu svo vel, Rúna. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir það. Ég ætla að koma hér undir máli númer 34, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023 til 2026. Það til að D-lista að frístundarávísanir til barna og ungmenna og eldri borgara verði hækkað til samræmis við vísitölu og hækkandi gjaldskrár. Tillögu okkar D-lista var vísað til bæjarráðs af bæjarstjórn varðandi mat og kostnaði. Með leyfi forseta langar mér að lesa niðurstöðu fundarins. Ég má forseti? Já, gjörðu svo vel, sakið. Já, niðurstaða fundarins var að bæjarráð samþykkir með 5 atkvæðum að hækka frístundarávísanir frá og með 1. ágúst 2023 með eftirfarandi hætti. Frístundarávísun fyrir fyrsta og annað barn verði krónur 57.000 og krónur 65.500 fyrir 3 börn eða fleiri. Þá verði frístundarávísun fyrir eldri borgara 11.000. Og fjármálastjóra var falið að undirbúa viðauka við fjárhagsáætlun. Við auðvitað fögnum þessu og viljum auðvitað nýta tækifærið og þakka fyrir það að tillaga okkar hafi verið samþykkt. Þetta tryggir auðvitað það að hér áfram í Mosfellsbæ verður frístundarávísun með þeim hæstu á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel bara á landsvísu. Og á sama tíma og við höfum verið hér í Mosfellsbæ að biðla til foreldra og auðvitað til ungmenna sem að nýta sér þessar ávísanir og við erum alltaf að reyna að fá fleiri til að nýta sér þær ávísanir sem eru hér í boði og það hefur verið í mörg ár reynt að hafa, eins og við tala 100% nýtingu. Það hefur við aldrei náð. Það verður gaman þegar það næst 100% að börnin munu nýta sér þessar ávísanir og foreldrar auðvitað. Þannig að ég hvet auðvitað alla að gjaldskrár hafa hækkað og það er mjög ánægjulegt að við séum að sjá hækkun hér og þótt að verði ekki fyrr en í ágúst en þá mun fólk finna fyrir þessu og hvetja alla foreldra og forráðamenn til þess að nýta sér þessar ávísanir og auðvitað eldri borgara líka. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óskar eftir að taka til máls undir lið 3-4. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir, gjörðu svo vel. Takk þetta með mér. Frú forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég bara langar að taka undir, við bara getum borið höfuð hátt hérna í Mosfellsbæ. Þar sem við höfum verið eitt af þeim sveitarfélögum sem höfum verið í forystu hvað varðar styrktarupphæð frístundastyrks fyrir ungmenni, eldra fólk hér í bæ og einnig 5 ára barna. Eftir faglega umræðu tillögu frá ykkur D-listanum var ákveðið að hækka frístundaávísunina til samræmis við vísitölu eins og þið lögðuð fram. Og með þessu erum við bara að mæta auðvitað, við öll að mæta barnafjölskyldum og öllu því sem hefur hækkað hér í bæ, eða hér á landi. Og er þetta bara vonandi marks bara gott samstarf okkar á milli, því að góðar hugmyndir eru góðar, hvaðan sem þær koma, bara þannig að það sé á hreinu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Forseti þarf að skyggnast hérna undir eða yfir myndavélina til þess að fylgjast með það, það finnst ekki vera.
En það ennþá laust í önnur mál á þessari fundargerð. Það er nokkur að velja. En það virðist ekki neitt náttúrulega biðja orðið, þannig að við tökum þá þessa fundargerð til afgreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta niðurstöðu bæjarráðs 1562 vinsælast gefið merki og það eru 11 hendur á lofti. Þetta gengur ágætlega hjá okkur. Við erum komið núna að fundargerð 1563 fundar bæjarráðs og það var fyrsti fundur á nýju ári. Sá var haldinn 12. janúar og 8 mál á dagskrá þess fundar og forseti gefur orðulaust þá fundargerð. Það er 1563. Og það er bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir sem óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Frú forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það var ekki búið að birta í lögbirtingu fyrir mér þessa 15. janúar reglu, þannig að ég ætla bara að óska ykkur öllum gleðilegs árs. Ég kem hérna upp undir máli 4.5 þegar ég komið að snjómoksturs í Mosfellsbæ. Og ég veist, þakka fyrir þessa samantekt á stöðu þessara mála. Það er mjög gott að fá þetta fram þannig að það bara liggi fyrir hvernig hefur verið unnið hingað til og það er alltaf gott að rýna hluti og sjá hvort að eitthvað eigi eða þurfi að bæta eða laga eða breyta hreinlega. Þannig að við erum mjög þakklátt fyrir það að það sé búið að vinna þessa byrjunarvinnu, bærinn hefur stækkað heilmikið. En ég vil líka nota tækifærið og þakka þeim starfsmönnum og verktökum sem að fara fram úr á ókristilegum tíma til að gera okkur hinum kleift að ferðast Og vonandi bara heldur þetta áfram að batna, en það er mikilvægt að við heyrum svo hátt í þeim sem kvarta að við þurfum líka bara héðan úr púlti að þakka fyrir og hrósa. Takk fyrir. Eru fleiri sem óska eftir að taka þetta mál sem undir lið 4.5? Svo er ekki. Jú, afsakið, bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætlaði bara að fá sammála með Lovísu. Það má svo sannarlega þakka fyrir snjómokstur og hann er bara í ágætishorfi hérna í okkar bæ. Það er bara þannig. Takk fyrir það. Forseti bendir á að bæjar á bókaði sérstaklega þakkir til þeirra sem koma að snjómokstri í bænum, sem sagt til verktaka, starfsmanna, þjónustustöðvar og svo auðvitað annarra starfsmanna sem að hafa til dæmis tekið við kvörtunum og ábendingum. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, bara rétt aðeins í út af þessum snjómokstri öllum, bara fyrir íbúa sem eru að horfa eða hlusta. Það er að fara að rigna hjá okkur á föstudaginn, mikið. Það verður alls konar vandamál sem því fylgja. Vonandi nær fólk að taka klaka og annað frá ræsum því að það verður flóð. Þannig að pössum okkur vel á því og ég held að eyði okkur öll inni. Ágætis ábending aðeins utan dagskrár hjá bæjarfulltrúa Rúnari Braga. Bæjarstjóri óskar eftir að taka til máls undir þessum lið en að mig grunar, að forseta grunar undir sömu formerkjum. Gjörðu svo vel. Það sem sé ekki snjó heldur rigning sem á að fara að ræða. Ég vil bara upplýsa að við héldum neyðarstjórnarfund í dag klukkan 3 vegna þessara flóða sem eru yfirvofandi. Við vonum auðvitað sjálfsögðu, þetta snýst það hvort það verði 9 gráður eða 7 gráða hiti, en vonum að sjálfsögðu það besta og fylgjumst vel með veðurspánni, en okkar fólk í áhaldahúsinu og bara allir sem koma að þessum málum eru vel undirbúnir og við ætlum að passa líka að upplýsa bæjarbúa vel. Takk. Takk fyrir það. Fleiri áhugamenn snjómokstur. Svo er ekki, þannig að umræðan lið 4.5 er tæmd. En það er ennþá hægt að skrá sig í pontu undir öðrum málum á þessum fundi. Það er enginn sem gefur merki, þannig að forseti telur að þessi fundargerð sé fullrædd og óskar eftir að bæjarfulltrúar taki þátt í afgreiðslu
Fundargerðina, þeir bæjarfulltrúar sem að staðfesta fundargerð bæjarráðs 1563. fundar bæjarráðs vísast gefið merki og það eru 11 hendur á lofti. Nú þá höfum við lokið við bæjarráðsfundargerðirnar og næst erum við komin að fundargerð skipulagsnefndar og það er 580. fundur skipulagsnefndar sem haldið var 7.12. og þar voru hvorki meira minna en 19 mál á dagskrá og þetta virðist vera aðalskipulagsfundur. Það er verið að ræða alls kyns álitamál varðandi aðalskipulag einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þeirri fundargerð. Svo er ekki og þá óska ég eftir að bæjarfulltrúar greiða atkvæði og þeir sem að staðfesta niðurstöðu 580. fundar skipulagsnefndar vinsælega merki og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir. Þá komum við að fundargerð, það er 233. fundur umhverfisnefndar, haldinn 13. desember og á þeim fundi voru 3 mál á dagskrá og orðið er laust þá fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og bæjarfulltrúar beðnir að gera sér klár í atkvæðagreiðslu þeir sem staðfesta niðurstöðu umhverfisnefndar og þessum fundi við sem gefið merki og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Og þá höldum við áfram. Næstir á dagskrá hjá okkur er fundargerð 581. fundar skipulagsnefndar sem haldin var 14. desember. Og þar er áfram verið að fjalla endurskoðun aðalskipulags, verið að taka fyrir álitamál þar. Er einhverjir sem óska eftir að taka til máls undir þeirri fundargerð skipulagsnefndar? Svo er ekki. Bæjarfulltrúar beðnir að taka þetta í atkvæðagreiðslu þeir sem að staðfesta niðurstöðu 581. fundar skipulagsnefndar vinsælega gefið merki og það er 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Og þá komum við aftur að fundargerð frá umhverfisnefnd og það er fundur umhverfisnefndar, það er 234. fundur umhverfisnefndar og sá fundur var haldinn á nýju ári þann 10. janúar og á þeim fundi voru 3 mál á dagskrá og orðið er laust þá fundargerð. Orðið er laust fundargerð 234. fund umhverfisnefndar. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og bæjarfulltrúar beðnir að taka þátt í atkvæðagreiðslu. Þeir sem staðfesta niðurstöðu 234. fundar umhverfisnefndar vinsællega gefið merki og það eru 11 atkvæði. Takk fyrir það. Næst hjá okkur er að fjalla fundargerð velferðarnefndar. Það er annar fundur velferðarnefndar og hann var haldinn 10. janúar og á þeim fundi voru 7 mál á dagskrá og orðið er laust þá fundargerð. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir óskar eftir að taka til máls. Frú forseti og aðrir góði gestir. Ég kem bara hérna örstutt aðeins upp fyrir mál 9.1, sameiginlegur rekstur umdæmisráðs barnaverndar í Kraganum. Mér langar þetta tók sem sagt gildi 1. janúar núna 2023 og ég er bara komin inn upp til þess að fagna þessari því að það er eiginlega að mínu mati löngu tímabært að taka barnaverndarmálin út af pólitískum vettvangi og setja þau yfir til svona fagráðs. Þannig ég bara fagna því og vil bara koma því áleiðis. Takk. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið fundargerðarinnar? Óskar ykkur bæjarfulltrúi eftir að taka til máls undir ykkur öðrum lið þessara fundargerðar velferðarnefndar? Svo er ekki, þá eru bæjarfulltrúar beðnir að taka þátt í atkvæðagreiðslu þess að staðfesta niðurstöðu annars fundar velferðarnefndar Mosfellsbæjar vinsællega gefið merki og það eru 11 hendur á lofti hér þannig að sú fundargerð er staðfest. Næst á dagskrá hjá okkur er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar
og það er 263. fundur þeirrar nefndar. Sá fundur var haldinn 12. janúar og á dagskrá þess fundar voru 2 mál og orðið er laust þá fundargerð. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, kem hér undir þessari fundargerð og ætla að ræða mál númer 2. Íþróttafólk Mosfellsbæjar. Á þessu fundi þá er Íþrótta- og tómstundanefnd að velja afreksfólk og okkar helsta íþróttafólk sem þar hefur verið tilnefnt. Ég get ekki rætt einstaka aðila hér en ég langar bara að nýta tækifærið og það verður hérna á Blik núna á morgun, 19. Þá verður tilkynnt eftir að íbúakosning hefur farið fram og síðan við í nefndinni höfum valið. Þannig að ég bara hvet alla til þess að mæta sem að geta og koma þangað. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er einn liður í boði. Í viðbót. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að við tökum þessa fundargerð til afgreiðslu þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta niðurstöðu Íþrótta- og tómstundanefndar á fundi 263, vinsælast gefið merki. Það eru 11 hendur á lofti, takk fyrir. Þá erum við komin aftur að fundi skipulagsnefndar. Það er hefðbundinn fundur skipulagsnefndar. Það er 500 fundargerð 582. fundar sem haldinn var 13. janúar og þar er nú að velja því það eru 19 mál á dagskrá. Og orðið er laust þá fundargerð. Orðið er laust fundargerð skipulagsnefndar 582. fundur haldinn 13. janúar. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá gerum við okkur tilbúin í atkvæðagreiðslu þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar í þessari fundargerð, vinsælast gefið merki og það eru 11 greidd atkvæði. Takk fyrir það. Þá höfum við lokið yfirferð okkar yfir fundargerð til staðfestingar og erum nú komin að almennum erindum og það er 12. mál á dagskrá okkar fundar samþykkt stjórn Mosfellsbæjar, breyting og ég gef bæjarstjóra Regínu Ásarsdóttur orðið undir þeim lið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er lagt til að bæjarstjórn samþykki breytingar á samþykktum stjórn Mosfellsbæjar vegna breytinga á barnaverndarlögunum númer 80/2002 varðandi barnaverndarþjónustu og umdæmisráð barnaverndar auk breytinga á viðauka 3 við samþykktina embættisafgreiðslu framkvæmdastjóra velferðarsviðs. Og vegna þessara breytinga sem að þegar nýju umdæmisráðin voru stofnuð þá þarf að bæta því við samþykkt stjórn Mosfellsbæjar og það þarf að bæta umdæmisráðinu við í upptalningunni á þeim nefndum og ráðum sem að starfa fyrir bæinn og það þarf líka að samþykkja nýjan viðauka vegna fullnaðarafgreiðslu heimilda hjá barnavernd Mosfellsbæjar. Og þetta sem sagt þá leggjum við líka til að reglur könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála eða málaflokka hjá starfsfólki fjölskyldunefnda Mosfellsbæjar verði felldar úr gildi. Og þessar breytingar sem sagt það ber að ræða þær við 2 umræður við 18. grein sveitarstjórnarlaga og 15. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar og síðan verði þá samþykktin breytt send til ráðuneytis sveitarstjórnarmála til frekari staðfestingar og birtingar í B-deildinni. Takk. Takk fyrir það. Er einhverju sem óskar eftir að taka til máls undir lið 12 samþykktum breytingar á samþykktum Mosfellsbæjar?
eins og bæjarstjóri skýrði út í hverju þær felast. Þetta fyrri umræða sem að hér á sér stað. Þannig að orðið laust. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og við greiðum atkvæðum að hleypa þessu í aðra umræðu. Vinsamlegast gefið merki þegar bæjarfulltrúar sem að samþykkja það. Það eru 11 atkvæði. Takk fyrir. Og þá erum við komin að seinna almenna erindinu sem við tókum inn með afbrigðum í upphafi fundar. Það er kosningi nefndir og ráð og það er í 2 nefndum sem að hefur óskað eftir að kjósa nýja fulltrúa og í fyrsta lagi hefur forseta borist tillaga eða tilkynning um breytingar í atvinnu- og nýsköpunarnefnd og þar er gerð tillöga að annar aðalmaður Framsóknarflokks, Aldís Stefánsdóttir, fari úr þeirri nefnd og í stað Aldísar komi Jóna Guðrún Kristinsdóttir og eru aðra tillögur. Svo er ekki, þá skoðast Jóna Guðrún Kristinsdóttir réttkjörin fulltrúi í atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Þá liggur einnig fyrir tillaga frá Viðreisn og sú tillaga snýst nefndarmann í umhverfisnefnd og Jón Örn Jónsson, fulltrúi Viðreisnar í umhverfisnefnd, þarf að segja sig frá störfum í nefndinni vegna brottflutnings og við sæti hans tekur Lovísa Jónsdóttir. Eru aðra tillögur? Svo er ekki og þá skoðast Lovísa Jónsdóttir réttkjörin fulltrúi í umhverfisnefnd. Og þá höfum við lokið þessum lið og við erum komin að fundargerðum til kynningar. Þær eru heilmargar og hefst nú yfirferð yfir þær. Fyrsta fundargerðin er fundargerð notendaráðs fatlaðs fólks. Það er 16. fundur þess ráðs og orðið er laust þá fundargerð. Það voru 4 mál á dagskrá, öll laus til umræðu. Það óskar enginn eftir að taka til máls og fundargerðin er lögð fram. Næst er það afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa. Það er 63. fundur, afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa, haldinn 8. desember. Óskar einhver bæjarfulltrúi eftir að taka til máls þá fundargerð. Svo er ekki og fundargerðin er lögð fram. Næst er það afgreiðslufundur, það er 487. afgreiðslufundur byggingafulltrúa, haldinn 16. desember. Orðið er laust þá fundargerð. Það óskar enginn eftir að taka til máls og fundargerðin er lögð fram. Og svo er það aftur afgreiðslufundur byggingafulltrúa og það er 480. og 8. afgreiðslufundur. Sá fundur var haldinn rétt fyrir jól, þann 22. desember og orðið er laust þá fundargerð, 4 mál á dagskrá. Það óskar enginn eftir að taka til máls og fundargerðin er lögð fram. Og þetta er merkilegt, það er 3. fundargerð frá afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Það er sem sagt eðlilega fundargerð 489. fundar. Þetta er allt í eðlilegri röð . Sá fundur var haldinn á nýju ári, 9. janúar og orðið er laust þá fundargerð. Það óskar enginn eftir að taka til máls og fundargerðin er lögð fram. Og þá erum við komin að fundargerðum byggðasamlega og samstarfsnefnda alls kyns og fyrst í röð þar er fundargerð 474. fundar stjórnar Sorpu. Sá fundur var haldinn 25. nóvember
Orðið er laust þann fund. Bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir, hefur óskað eftir að fá orðið, gjörðu svo vel bæjarfulltrúi. Takk fyrir, frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði að koma upp undir þessari fundagerð þar sem að annað mál á dagskrá þessa fundar var staðan á áformum um útflutning á brennanlegum úrgangi. Ég er að koma upp bara til þess að bara vekja athygli á þessu máli. Þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur Mosfellinga með tilliti til starfsemi Sorpu á Álfsnesi. Og þarna er bara verið að heimila framkvæmdastjóra að halda áfram með fyrirhuguð áform um útflutning. Það þótti einhverjum vegna rétt að fá staðfestingu nýrrar stjórnar á þessum áformum og var það auðfengið og þetta er náttúrulega svona stærsti liðurinn í að lágmarka urðun á Álfsnesi. Það er útflutningur á þessum brennanlega úrgangi sem að gæti orðið 50 til 70.000 tonn. Þannig að ég bara fagna þessu að stjórn hafi verið einhuga að halda áfram þessum áformum og þetta er auðvitað bæði það verður náttúrulega óheimilt að urða brennanlegan úrgang eftir árið 2025. Þannig að það er mjög mikilvægt að Sorpa fari svona í stórtækar aðgerðir hvað þetta varðar. Og þá verður svo þurfum við að ræða síðar hvort það sé heppilegt að flytja út úrgang eða byggja brennslu á Íslandi til þess að brenna sorpið hér. En ég vildi bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur óskað eftir að taka til máls um fundagerð Sorpu. Gjörðu svo vel bæjarfulltrúi. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir sama máli og það sem ég langar til að gera er að hvetja fulltrúa okkar í stjórn Sorpu, Aldísi Stefánsdóttur, til að halda málinu vakandi. Það er mjög mismikill áhugi hjá öðrum sveitarfélögum sem standa Sorpu að keyra þessi mál áfram. Það sem að kemur fram í máli Aldís er hárrétt að þetta verður til þess að það minnkar urðunin upp í Álfsnesi, eins og við vitum að þá fór urðun í Álfsnesi langt fram úr í samkomulagi sem er í gangi árið 2022 og ef ekkert verður að gert þá verður það nákvæmlega sama 2023. Þannig að við vitum að svona útboðsferli getur tekið langa tíma og síðan koma náttúrulega kærurnar eins og þegar opinberir aðilar að bjóða eitthvað út. Þannig að þetta getur, við erum að horfa á þetta kannski á seinni partinn á þessu ári vonandi, en að þetta verði keyrt eins hratt í gegn eins og hægt er vegna þess að þetta er ekki bara spurning heldur urðunum hjá okkur, heldur þetta er líka orðið bara svona samfélagsmál, ekki bara hjá okkur heldur öðru vegna þess að það bráðvantar sorp til þess að brenna, til þess að búa til orku í Evrópu, eins og við vitum að þá verði farið upp úr öllu valdi þar, þannig að þetta er orðið svo kallar algjört vinn-vinn dæmi núna að við losnum að þetta verið urða hérna í bakarannum okkar og við fáum með þess aðeins, þetta sparar okkur pening sveitarfélögunum hér og við sköpum ódýrari orku heldur en ella sem að er eins og við vitum í hæstu hæðum í Evrópu og víðar út af stríðsástandi. Hvet Aldísi og stjórn Sorpu til þess að halda vel á spöðunum og þetta getur orðið sem fyrst. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir óskað eftir að taka til máls öðru sinni. Já, ég bara tek þessari brýningu og þetta er mjög mikilvægt mál fyrir okkur og kannski í þessu samhengi gott líka að upplýsa að Sorpa hefur ráðið verkefnastjóra til þess að fylgja eftir þessum eigendasamkomum sem hafa verið gerð og þeim mótvægis aðgerðum sem hefur verið lofað á Álfsnesi og það er Gunnar Bragason, fyrrverandi forstjóri Terra sem er komin þar til starfa og mun fylgja þessu máli eftir og í fjárhagsáætlun Sorpu eru búið að setja rúmar 400 milljónir í mótvægisaðgerðir á Álfsnesi sem og það er svona ýmislegt sem þarf að gera þar
Og svona það sem líka mikið hagsmunamál fyrir okkur að það þessi flokkun sem verður líka væntanlega ýtt úr vör hérna mitt árið. Þannig að flokkunin og útflutningurinn í rauninni minnkar urðun mjög mikið og hérna en betur má að duga skal og það þarf líka að fylgja þessum málum áfram með því að svona ræða til framtíðar hvernig við eigum að haga þessum málum og hvort að við getum í sameiningu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og mögulega og bara á landsvísu komið okkur upp kerfi sem að hagkvæmt og umhverfisvænt hvað varðar úrgangsmál og tileinka okkur svona ný lög og reglugerðir sem við erum að innleiða í landinu og þarna bara mjög mikilvægt að ríki og sveitarfélög taki líka höndum saman og að sveitarfélög vinni saman, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur á landsvísu til þess að lyfta þessu málaflokki upp af því að ég held að almenningur hafi bæði áhuga og vilja og getu til þess að gera betur í þessu málaflokki og fólk vill tala um þetta, fólk vill vanda sig og við þurfum að gera kleift að geta gert það. Þannig að við fylgjum þessu fast eftir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessu máli í fundargerð Sorpu. Svo ekki, en eitthvað annan lið þeirra fundargerðar. Svo ekki. Og þessu fundargerð fullrædd og lögð fram. Þá erum við komin að 21. lið á okkar fundi sem fundargerð 547. fundar. Nei, við erum komin að það 244. fundur stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Nú ætlaði forseti aðeins að fara fram úr sér. En það sem sé fundargerð stjórnar slökkviliðsins og sá fundur var haldinn 28. nóvember og orðið laust þá fundargerð. Einhver sem óska eftir að taka til máls undir þeirri fundargerð, svo ekki og fundargerðin lögð fram. Og þá erum við komin að fundargerð 547. fundar stjórnar SSH eða samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur var haldinn 5. desember og orðið laust þá fundargerð. Óskar enginn eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá það fundargerð frá 475. fundi stjórnar Sorpu. Sá fundur var haldinn 9. desember og þá fundargerð. Orðið laust fundargerð Sorpu frá 9. desember. Óskar enginn eftir að taka til máls og svo fundargerð lögð fram. Þá næsta dagskrá hjá okkur fundargerð 245. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins sem var haldinn 9. desember. Orðið laust þá fundargerð. Óskar enginn eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Og þá erum við komin að fundargerð 112. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur var líka haldinn 9. desember og orðið laust. Enginn óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá næsta okkar dagskrá fundargerð 548. fundar stjórnar SSH. Sá fundur var haldinn 14. desember og orðið laust fundargerð 548. fundar stjórnarinnar. Enginn óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þetta að takast bara á þokkalegu millitíma hérna. Næsta fundargerð fundargerð samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Það 408. fundur þeirra nefndar. Fundurinn var haldinn 14. desember og orðið laust þá fundargerð. Enginn óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að næst síðustu fundargerð þessa fundar. Það fundargerð 916. fundar stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga
Sá fundur var haldinn 14. desember og orðið laust. Engin óska eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að síðustu fundargerð sem liggur fyrir okkar fundi hér og það fundargerð 363. fundar stjórnar Strætó sem var haldinn 16. desember og orðið laust þann fund. Það kveður sér engin hljóðs og fundargerðin lögð fram. Þá höfum við tæmt dagskrá þessa fundar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og forseti segir fundi slitið klukkan 17.